Nú verður lesið erindið, höfundurinn og verk hans. Samið 1942 það bil sem ég var að byrja á Íslandsklukkunni. Ritgerðin prentuð í bókinni Vettvangur dagsins. Þegar ég var yngri en ég nú, hélt ég að það væri tiltölulega auðvelt að skrifa bækur, jafnvel góðar bækur. Ég hélt að þyrfti ekki annað en heyja sér vænan feng af orðum úr sígildum bókum, finna þar næst eitthvert efni sem maður hafði unað af, setja sig síðan í stellingar eins og rólegur kontúristi og bæta síðu við síðu af útskrifuðum pappír uns komin væri bók og allir myndu verða ánægðir. Seinna hef ég komist að dálítið annarri niðurstöðu. Nú þykist ég til dæmis hafa reynslu fyrir mér í því að mál sem maður tekur eftir öðrum, hversu rétt sem það fagurt og lifandi á gömlum bókum annarra manna, verður aldrei rétt málinni fagurt og allra síst lifandi nema það endurfæðist í hinu nýja verki. Höfundurinn gæði það nýju lífi með annarri spennu, ef ég mætti orða það svo, án tillits til hvaða reglur kunna vera brotnar. Rétt mál, samkvæmt skólareglum og fagurt á gömlum bókum, vanalega rangt mál og ljótt og þar á ofan bæði vísið og dáið ef það ekki þrungið lífmætti stundarinnar, þeirrar stundar sem nú lifað. Það sem vanalegir málfræðingar, skólakennarar og gagnrýnendur telja rétt mál og fagurt mun þjóðin ómerkja með því að daufherrast í því. Þjóðin kann ekki rétt mál og tæplega fagurt heldur. Hún heyrir ekki dautt mál, hversu rétt sem það kann að vera og fagurt. Og það má einu gilda hvort dautt mál heitir rétt eða rangt, fagurt eða ljótt. Eins yrkisefnin. Það efni sem maður valdi sér af því manni þótti að sjálfum skemmtilegt, hafði ást á því, langaði að fást við það. Þykir öðrum mönnum vanlega leiðinlegt að hafa af því og fá viðbjóð á bókinni og fyrirlitningu á höfundinum. Það hlýtur að vera gaman að yrkja, segir fólk stundum við skáldin. Ungur höfundur segir þetta sama við sjálfan sig. Það hlýtur að vera gaman að geta ort. Það engin smá reynsla fyrir mann sem áleit það höfuðatriði lífsins að semja bækur, að uppgötva að bók blekking og bók getur aldrei orðið góð nema það sé auka atriði á önnur bók. Þessi reynsla áfellur mann sem betur fer ekki í einni svipan, enda myndi hún þá ríða mann að fullu. Heldur sannfærast góðir höfundar þetta smám saman. Bókin sjónhverfing. Sá maður sem skrifar bækur, skrifar ekki bækur. Þó skildi enginn ætla að ég sé því meðmæltur að menn hætti sér út í þennan leik án þess að vita reglur. Maður verður að þekkja bæði anda og stíl móðurmálsins frá öllum bókmenntatímabilum og vera allæs á nokkur helstu menningarmál samtíðar sinnar og helst nokkurn veginn ritfær á þau líka. Þetta vissulega lágmarkskrafa menntunar fyrir mann sem þarf að vita nákvæm skil orða og hugmynda af því þau eru efniviður hans í listaverk. Þau eru tré hans og leir. Málfræðingar og skólakennarar skrifa stundum í blöðin að þessi nauðsynlegt að rithöfundar kunni stafsetninguna. Þetta hverju orði sannara. Rithöfundar ættu ekki aðeins að kunna stafsetninguna, heldur að minnstakosti 3 eða 4 stafsetningar móðurmálsins.
Það er ekki nema sjálfsagt fyrir göngugarp að eiga þrenna skó. Hinum má aldrei gleyma að jafnvel berfættur maður getur komist lengra en maður á þrennum skóm. Menn geta rifist endalaust það hvort eigi að skrifa setu eða ypsilon og tvöfaldan samhljóða. Jafnvel Alþingi getur samþykkt lögum að dæma menn í langvarandi tukthús út af stafsetningu eins og ég hef verið dæmdur. En því nær bókinni sem höfundurinn því meir sem hann flækir sig í stafrófinu, þeim verri höfundur hann. Ýmis höfuðrit íslensk, þar á meðal Völuspá, Njála, Passíusálmar og Nýja testamenti Odds Gottskálkssonar eru ekki skrifuð með neinni stafsetningu í venjulegum skilningi orðsins. Hver unglingakennari getur sannað með rökum að stafsetning Jónasar Hallgrímssonar sé vitlaus. Skáldskapur og málfræðileg regla eiga í engu skylt. Eftirlíkingar á klassísku orðalagi eða klassískum anda eiga ekki skylt við skáldskap heldur. Skáldskapurinn er mál sem lífsandi samtíðarinnar skrifar í mannleg hjörtu. Skáldið, og ekki aðeins skáldið, heldur allir góðir höfundar og snillingar og listamenn eru rödd samtíðar sinnar. Hinn bestu skáld má segja að þeir séu aldarandinn sjálfur, sál tímans íklædd máli. Málsvarar þess mannlífs sem þá uppi, túlkar þeirrar manngildis hugsjónar sem ákvarðar líf og stríð hvers tíma og mér ótt að bæta við frelsisbaráttu hvers tíma. Hér má leita skýringar þess hvers vegna hin dauðu og feigu öfl samtíðarinnar, þau öfl sem standa gegn eðlilegum vaxtarhræringum lífsins, gegn andlegri og hagrænni nauðsyn tímanna, hatast við rithöfunda og listamenn og leitast við að tortíma þeim. Völuspá, Njála, Passíusálmar og ljóð Jónasar Hallgrímssonar eru ekki bækur nema í þrengsta skilningi, heldur óbrotleg minnismerki sjálfrar sögunnar. Í hverju þessara verka er slungið saman alþjóðlegt innihald þeirrar tíðar sem ól skáldin hvert sig. Verk eins og þessi eru hinn lifandi rödd sögunnar og tjá okkur fleira tíma sinn en nokkur sagnfræði. Það einhver að yrkja Passíusálma nú eða skrifa aðra Njálu, myndi hann að vísu fá ágæta dóma hjá sérstökum skólakennurum, málfræðingum og stjórnmálamönnum, en fólk myndi ekki kaupa bókina né lesa hana þótt að fengja hana gefins. Hver ný öld táknar nýtt líf og ný sjónarmið á lífinu sem krefjast sinnar tjáningar. Þekkingin er í mörgu falli aukin, fegurðarskynið hefur breyst, þjóðfélagsbyltingar hafa gerst og eru að gerast og menn hafa aðrar skoðanir manngildi. Ég sagði áðan verk þau ég nefndi að þau væru alþjóðleg tjáning hvert á sínum aldaranda. Ég bið menn taka vel eftir þessu. Völuspá, Njála, Passíusálmar og ljóð Jónasar Hallgrímssonar eru ekki fyrst og fremst þjóðleg verk, heldur eru þau í eðli sínu alþjóðleg, samþjóðleg. Andi hvers tíma er ekki einskorðaður við sérstaka þjóð, heldur heil menningarsvæði, margar þjóðir.
Völuspá ragnarökkur, samnorrænnar fornmenningar og hina iðjagrænu jörð sem átti að rísa úr ægi eftir að guðirnir væru fallnir. Ekki hér á Íslandi, heldur allan norðurheim. Skáld Njálu hefur eins og aðrir höfundar bestu Íslendingasagna fullkomnustu menntun sem hægt að fá í heiminum hans daga. Hann eins vel menntaður og Dante og Boccaccio. Í byggingu verks hans lifir gotíkin eins ríku lífi og í gotneskum kirkjum meginlandsins frá sama tímabili. Hámenning lénsveldisins, riddaranna og franskrar fornromantíkur, síðlækneskar bókmenntir, náin snerting við keltnesk fræði og útsýn til Miklagarðs. Allt talar þetta úr verki þessa óviðjafnanlega íslenska skálds, samslungið innlendri málsnilld og frásagnarlist. Passíusálmar Hallgríms Péturssonar eru einn ávöxtur þeirrar endurskoðunar kristilegra verðmæta sem síðaskiptin höfðu skapað gervallri Evrópu leið og þeir standa djúpum fótum í innlendri skáldmenningu. Og Jónas Hallgrímsson algildur túlkur þess aldaranda í list og menntun sem einkenndi allan hinn vestræna menningarheim á hans tíma og kenndur við rómantísku stefnuna, en ríkur þáttur þeirrar stefnu, auk hins samþjóðlega eðlis, var hafning fornra menningarverðmæta sérhvers lands. Stundum rís upp þussar og segja að skáld eigi að vera þjóðleg en ekki alþjóðleg. Hér engin spurning hvað eigi að vera, því það staðreynd að öll almennileg skáld eru bæði þjóðleg og alþjóðleg í senn. Aftur á móti eru ekki til nein skáld sem eru þjóðleg og aðeins þjóðleg eins og fasistar halda fram. Og það af þeirri einföldu ástæðu að ekki til neitt mannfólk sem hægt að kalla þjóðlegt og aðeins þjóðlegt, nema ef vera skyldu einhverjir óhamingjusamir villimenn bak við eyðimerkur Afríku og háfjöll Asíu eða apar á Indlandseyjum. Maðurinn ekki síst nú á dögum að minnsta kosti eins alþjóðlegur og fuglarnir. Stefna mannlegrar þróunar miðar að vaxandi samþjóðleik. Menningarsvæðin halda áfram að víkka. Verðmætin eru verðmæt að því leyti sem heimurinn getur notið þeirra án tillits til landamerkja. Góð bók sem rituð í Kína rituð fyrir Ísland. Tungurnar eru aðeins mismunandi ker fyrir hugsanir, hugmyndir og hugsjónir sem eru samþjóðlegri en nokkru sinni áður í sögu heimsins. Enginn getur orðið sæmilegur höfundur á þessum tímum fremur en öðrum nema hann kappkosti að nema það sem numið verður á stuttri ævi, andanum til eflingar, hvort heldur það kemur frá Berlín, Lundúnum, Nýju-Jórvík, Moskvu eða Reykjavík. Heimurinn einn og maðurinn í heiminum. Mannsandanum verður ekki mutrað niður í landfræðilega reiti. Útþenslan lögmál hans. Því meir sem höfundur þrengir að sér og stundar einangrun og mannhatur, þeim mun fjær hann því að vera fulltrúi síns tíma eða nokkurs annars tíma. Líf heils heims, heillar aldar, verður að ólga í honum sjálfum ef verk hans á að öðlast líf. Allt þetta eru menn að jafnaði grunlitlir þegar þeir byrja að semja bækur. Þar kemur fyrir varir að þeir uppgötva að bókin aðeins sjónhverfing en köllun höfundarins sú að taka á sig karma aldarinnar. Þeir setjast ekki lengur niður sjálfum glaðir
til þess að breiða sig með sígildu orðavali yfir kær yrkisefni. Orðaval þroskaðs höfundar er ekki kyrfilega valdar klassískar glósur. Heldur er mál hans árangur mjög alvarlegrar innri baráttu sem er tilgangslaust að reyna að skýra fyrir öðrum mönnum. Ég geti trúað að þroskaðir höfundar ættu sammerkt í því að finnast það ævinlega jafn óviðráðanlegt vandamál hvernig þeir eigi að binda hug sinn og heim í orð á nýrri bók. Oft skeikar höfundinum í því að segja það sem hann vill, kannski oftast nær. Jafnvel bestu rithöfundum skeikar oftast nær. Að baki einnar setningar geta legið margar andvökunætur allt átak höfundarins, útboð allra krafta sem hann átti til. Og samt er setningin misheppnuð, segir ekki neitt, er smekkleysa, jafnvel rugl. Kannski var höfundurinn allan tíman að reyna að handsama loft sín. En það getur einnig komið fyrir þegar minnst varir að höfundurinn slái nýjan tón, þó ekki sé nema með 3 orðum eða svo. Tón sem er svo voldugur, svo sterkur, mjúkur og hreinn að aðrar raddir þagna. Kannski upplíkur ein stutt setning leyndardómum heils mannlífs, heillar aldar, heils heims. Og crux ave spes unica. To be or not to be, that is the question. Deyr fjö. Upp mín sál. Ung var ég gefin Njáli. Yrkisefnin sjálf gegnir enn sama máli og formið. Samtíminn, hið lifandi líf umhverfis höfundinn og í brjósti hans, neyðir upp á hann yrkisefnum sem hann hafði síst órað fyrir. Yrkisefnum sem hann hefur kannski flúið undan árum saman, yrkisefnum sem hann myndi gefa aleigu sína þótt hann væri milljónamæringur til að þurfa aldrei að færast í fang. Ég veit höfund sem er nýbyrjaður á bók, sem hann hefur verið í 18 ár að biðja Guðina að forða sér frá að skrifa. Höfundinum finnst hér verkefni með öllu ofvaxið. Hann hryllir við öllu þessu stríðandi lífi sem heimtar að hann gefið í mál og form. Neitar, þverneitar og þráneitar að leggja sig í þannig voða. En hann hefur nú einu sinni veðdregið sig sköpunaröflum lífsins og þau halda áfram að heimta hann óskiptan og honum verður ekki undan komið auðið. Fáir ungir menn mundu hlýða kalli skáldsins ef þeir vissu hvað bíðið þeirra. Að minnsta kosti myndi ég ekki hafa gert það. Í lífi hins skapandi skálds er engin hvíldardagur til, engin friður né grið, lítil eirð. Að gerast skáld er að afsala sér von þessi gæði. Og samt hefur skáldið ekki snefil af tryggingu fyrir því að hann geti ævilangt afrekað nokkuð sem nálgast það að vera vel gert aukin heldur meir. 100 ungir höfundar leggja upp með svipar gáður, við svipuð menntunarskilyrði, en það er tilviljun hver skapar verk sem getur talist sæmilegt. Mér var alltaf virst að fullkomin tilviljun ef maður setur saman þó ekki sé nema eina setningu sem er velgerð. Ein velgerð blaðsíða í heilu ævistarfi jafngildir kraftaverki. Neyðarlegast
Af öllu það þó kannski að jafnvel hversdagslegur einfeldningur getur hugsað og sagt þá hluti upp úr þurru sem ágætustu höfundum og snillingum tókst hvorki að segja né hugsa þótt þeir hefðu fórnað til þess lífi sínu. Þegar Þjóðleikhúsið var vígt í apríl 1950 var í fyrsta sinni sýnt leikritið Íslandsklukkan sem Halldór Kiljan Laxness hafði þá samið upp úr samnefndri skáldsögu sinni til þess að vera eitt af 3 vígstu leikritum leikhúsins. Leikritið náði mjög almennum vinsældum og hefur síðan verið sýnt 83 sinnum í Þjóðleikhúsinu eða fyrir rúmlega 47.000 áhorfendur. Það sem gerðist sumarmálin 1950, opnun Þjóðleikhússins og fyrsta sýning þessa öndvegis verks Halldórs Laxness mun lengi verða talið með miklum atburðum í menningar- og leiklistarsögu á Íslandi. Og eins og gengur þegar stór spor eru stigin, skilst þýðing þeirra þeim betur sem lengra líður. Við lifum á þeim tímum tækniþróunar sem gerir okkur fært að varðveita að nokkru, handa þeim sem á eftir okkur koma, merka sögulega atburði sem gerast á okkar tíð. Það kann að vera að okkur geti skeikað í dómum það hvað af því sem gerist í samtíð okkar hafi raunverulega það gildi að ástæða sér til að geyma það sjáanlegar eða heyranlegar minningar, en það skiptir ekki mestu máli, heldur hitt, að við höfum látið seinni tíma mönnum eftir gögn til að velja þar og hafna. Sumarið 1957 tók útvarpið með samningi við Þjóðleikhúsið Íslandsklukkuna á segulband og var henni útvarpað á því hausti. Með þessari hljóðritun var þó fyrst og fremst að því stemt af hálfu útvarpsins að varðveita, að svo miklu leyti sem kostur var á, minningu vígslu Þjóðleikhússins og frumsýningu verksins við það tækifæri. Íslandsklukkan var þess vegna þá leikin inn á segulband útvarpsins orði til orðs í þeirri mynd sem hún var leikin frumsýningar kvöldið 22. apríl 1950 við vígslu Þjóðleikhússins og af sömu leikurum og fóru með hlutverkin þá. Þó þess að geta með söknuði að einn merkur leikari sem þátt tók í sýningunni, Friðfinnur Guðjónsson, var fallinn frá. Hann fór að vísu með lítið hlutverk sem einn af ungu leikurunum tók við. Á fyrsta leikári Þjóðleikhússins 1950–51 var Íslandsklukkan sýnd 51 sinni. Árið eftir, 1952, var hún aftur sýnd 6 sinnum til að minnast 50 ára afmælis höfundarins. Og 1956 var hún enn tekin til sýningar þegar Halldór Laxness hlaut Nóbelsverðlaunin og þá sýnd 25 sinnum. Og loks árið 1957, þegar forseti Finnlands heimsótti Ísland, var leikinn fyrir hann einn þáttur úr Íslandsklukkunni. Nú á vordögum 1966 hefur Fálkinn HF í Reykjavík ákveðið að gefa Íslandsklukkuna út á plötum. Útvarpið fagnar þessu framtaki og hefur með ánægju látið fálkanum í té segulband sitt af Íslandsklukkunni og eru þessar plötur gerðar eftir því.